hverju ertu að bjóða þig aftur fram til endurkjöri? Ég hef blessunarlega notið stuðnings í embætti og hef fundið og séð að það hægt að nýta þetta embætti til góðra verka og þess vegna fannst mér sjálfsagt núna síðustu áramót að tilkynna að ég byði mig fram á nýjan leik og svo sjáum við bara hvað setur. Hvað telur þú að vera hlutverk forseta Íslands? Hlutverk forseta margþætt. Forseti hefur ákveðnum skyldum að gegna í okkar stjórnskipun. Forseti kemur fram fyrir Íslands hönd á erlendum vettvangi og tekur á móti erlendum gestum sem sækja Ísland heim. Og svo hefur forseti ákveðnu einingar hlutverki að gegna. Forseti á að reyna að finna það sem sameinar okkur, frekar en það sem sundrar og stuðla að aukinni sátt í samfélaginu. Svo á forseti líka að láta alla finna að við séum jafn rétthá, að allir eigi að njóta sama réttar, sömu virðingar, sömu reisnar. Og þar getur forseti lagt sitt lóð á vogarskálarnar. Já. Af hvað ertu fólk að kjósa þig? Fólk á að kjósa eftir eigin sannfæringu og ég vona bara og veit eiginlega að fólk vill kjósa á grundvelli sanngjarnrar kosningabaráttu, þar sem fólk kynni sér kost og löst á þeim sem í framboði og ég óhræddur við það því að ég hef, eins og ég sagði áðan, notið stuðnings í embætti og þess vegna þess fullviss að þegar fólk lítur yfir farinn veg þá geti það hugsa sér að kjósa mig á nýjan leik. Hvað breytingar fyrir fatlaða og öryrkja vilt þú sjá í samfélaginu? Ég vil að við búum í samfélagi þar sem öllum tryggður sami réttur, sama virðing, sama reisn, eins og ég sagði áðan. Og þetta getum við gert á marga vegu. Það alltaf verk að vinna, við getum alltaf gert betur. En tökum til dæmis Bessastaði. Þar þurfum við að bæta aðgengi fatlaðra og við höfum verið að vinna í því. Þannig að núna til dæmis verið að leggja lyftur við tröppurnar úti á Bessastöðum. Þannig að þegar þú kemur þangað næst, þá myndu vonandi sjá það og þeir sem koma í hjólastól munu geta nýtt þessa lyftu til þess að fara upp og inn og svo þegar inn komið, þá annar stallur niður sem þarf að fara og þar verður aftur lyfta og þótt húsið sé gamalt og við getum ekki breytt öllu, þá getum við reynt okkar besta og þannig mjakast smám saman áfram á réttri leið til þess að þeir sem búa við fötlun af einhverju tagi þurfi ekki að finna að þeir þurfi sífellt að mæta einhverjum hindrunum. Við eigum að gera betur og við erum að gera betur og ætlum að gera það áfram. Svoleiðis höldum við áfram. Já, takk fyrir spjallið. Takk fyrir. Af hverju viltu verða forseti? Vegna þess að ég ætla að bjóða mig fram til embættis forseta Íslands til þess að vera öryggisventil fyrir þjóðina. Þegar erfið mál komu upp á milli þings og þjóðar, þegar gjáin myndast, að þá ætla ég að vernda þjóðina fyrir slæmum ákvörðunum Alþingis, til dæmis eins og ef þeir ætla að fara að selja Landsvirkjun eða einhverjar svona stórar eignir sem þjóðin þarf virkilega á að halda og eru kannski fjöreignin okkar og mjólkurkýrnar. Af hverju ættum við að kjósa þig? Vegna þess að ég ætla að vera forseti fólksins, ég ætla að hlusta fólkið og fara einu og öllu eftir því sem það biður mig að gera. Ég ætla að brúa bilið á milli sem sagt Alþingis og þjóðarinnar. Þannig að það sem að þjóðin fer fram á, að það ætla ég að framkvæma. Hvaða breytingar viltu þú sjá í samfélagi fyrir fatlaða og öryrkja? Fyrst og fremst að þá vil ég halda þessari góðu vegferð sem að samtök fatlaðra og öryrkja hafa haldið áfram og hafa verið að vinna mjög myndarlega að undanfarin ár, en það sem að mestu máli skiptir fyrir forsetaembættið, það það sem skiptir að skerðingum fatlaðra og öryrkja og eldri borgara. Og ég mun ekki hleypa neinum skerðingum í gegn og launum þeirra meðan ég sit á valdastóli. Hvert hlutverk forseta Íslands?
Hlutverk forseta Íslands auðvelt. Hann á að vera maður fólksins, hlusta fólkið, hann á að vera sameiningartákn þjóðarinnar ásamt kirkjunni og tala máli landsins út af við sem inn á við. Hann á að taka þátt í alls konar uppákomum og atburðum og hann á alltaf verið til þjónustu reiðubúinn og til taks þegar á hann kallað. Við í átaki viljum minna ykkur á að mæta kjörstað og kjósa í forsetakosningum út af ykkar atkvæði skiptir máli. Mæta í kjörstað og kjósið.